Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagstættinum sem við tökum upp í Pakkhúsinu hér í Einbænum á Akureyri. Og næst ætlum við að tala Litlu ljóðahátíðina. Verið velkomin til okkar. Takk fyrir. Segðu mér aðeins bara hvers konar hátíð Litla ljóðahátíðin? Litla ljóðahátíðin stendur á rótum hátíðar sem voru haldnar hérna í Eyjafirði. Undir nafni Litlu ljóðahátíðarinnar og ljóðahátíðar í Eyjafirði og líka ljóðagöngur sem hafa verið hérna árvis viðburður nokkuð lengi. En við ákváðum að stækka hana fyrir, þetta í þriðja skipti sem hátíðin er haldin í núverandi mynd og þetta í rauninni bara keðja viðburða. Þetta alls 9 ljóðaviðburðir sem eru haldnir og núna í ár á svæðinu frá Hjalteyri og allt að Hala í Suðursveit. Og hvernig getur sagt okkur frá eitthvað sem viðburður? Já, þetta í rauninni markmiðið að fá skáld, svona þau sem fremst standa á landinu til að koma hingað norður og austur og viðburðirnir eru svona ýmiss konar, hefðbundin upplestarkvöld og svo bjóðum við upp á kannski svolítið annað í kvöld í verksmiðjunni á Hjalteyri þar sem við svona fyllum húsið af skáldum og gefum fólki séns á kannski að komast aðeins nær skáldurum heldur en venjubundið er. En allt snýst þetta nú bara það einmitt að færa ljóðið svona að fólki ef að fólk vill bera sig eftir því að það geti komið og heyrt svona það sem helst að gerast. Það er yndislegt að vera á Hjalteyri með ljóð. Ég get nú ekki ímyndað mér annað en að það bara get ekki klikkað. En þú ert ljóðskáld. Segðu mér aðeins kannski bara til að byrja með hvernig hófst áhuginn þinn á ljóðinu? Það nú langt síðan. Það var bara þegar ég var unglingur. Þá rakst ég bara á ljóðabækur sem voru kannski aðeins öðruvísi en það sem maður hefði lesið í skólanum og var svona kannski aðeins svona hressilegra að einhverju leyti og þá bara byrjaði ég að skrifa ljóð sjálf og hefur verið því síðan. Og hvernig fólk stundum hefur verið að tala um að það sé erfitt uppdráttar fyrir íslenska ljóðahöfunda bara í útgáfu og öðru. Hvernig upplifun það að vera ljóðskáld á Íslandi? Það er bara fínt, sko. Já. Ég held reyndar að það er náttúrulega kannski ekki alltaf auðvelt að vera að byrja, hvernig sem það er eða í hverju sem það er. En ég held nú að ljóðskáld séu oft ágætlega stödd. Það til dæmis frekar, svona, það er mikil gróska í sjálfsútgáfu oft í ljóðlist og það er svona sumleyti auðveldara til dæmis að vera í þeirri stöðu sem ljóðskáld en sem skáldsögnahöfundur til dæmis, því það er bara miklu ódýrari, miklu þynnri bækur og bara allavega í augnablikinu bara mjög mikið að gerast í ljóðasenunni og bara eiginlega núna fyrir jólin sérstaklega mjög mikið áhugaverðum bókum að koma út, þannig að það er bara engin svona kannski sérstök ástæða til þess að vera með mikinn bálmóð. Nei, nákvæmlega. Og hvert stefnir þú í ljóðlistinni? Ég var semst að gefa út hérna mína 3. bók sem heitir Stormviðvörun og var bara að koma út og það er rosa skemmtilegt bara að vera boðin svona í svona ferðalag bara þegar hún er bara volg úr prentsmiðjunni. Þannig að ég hérna er ég bara að lesa á henni og hérna, já. Erst þú að semja sjálfur? Já, ég gaf út ljóðabók í fyrra. Ég er svona einn af þessum sjálfsútgáfuhópi sem að Kristín Svava nefndi hérna áðan. Og ég held að það er að verða auðveldara og það er mikil jákvæðni einmitt í bara, svona samfélaginu almennt. Ég held að það sé bara svolítið djúpt í Íslendingum og þeim þykir alveg vænt ljóð, þeim þykir vænt ljóðskáld. Menn fá klapp á bakið og hvatningu til að halda áfram. Og það eru margar bækur keyptar, jafnvel með gruna þessu ekkert alltaf lesnar bara vegna þess að fólk vill halda þessu við. Þannig að þetta er afskaplega mikil gróska. Það er reyndar alveg yndislegt að sitja með ljóðabók og kaffibollan og það er allt öðruvísi upplifun heldur en að lesa skáldsögu eða horfa á sjónvarp. Það er eiginlega bara annar andi og ákveðin kannski hugleiðsla allavega eins og ég upplifi það að lesa ljóð. Og kannski einhverja hluta vegna kannski á þessum tíma en líka síðan auðvitað ljóð síðan jafn misjöfnuður mörg. Þau geta verið ádæluljóð og húmor eða ástarljóð, náttúruljóð. Hvað er eitthvað svona sem er eins og í svo mörgu þá verður eitthvað svona trend. Er eitthvað svona trend núna í ljóðabransan? Ég held að núna, maður sér það svolítið á bóku sem eru að koma núna, menn eru að leyfa sér svolítið kannski lengri prósa finnst mér allavega heldur menn hafa
var á tímabili í tísku og það má í rauninni allt og það hefur kannski sjálf sér verið mjög lengi að það má allt í rauninni bæði í umfjöllunarefnum og meðferð. Mér finnst líka svolítið afgerandi núna að skáld einmitt þau leyfa sér að vera svolítið fyndin oft á eigin kostnað og þetta gerir það verkum þetta verður líka kannski ekki síst viðburðir þar sem skáld að lesa upp. Þetta verður svo skemmtilegur andi á svona viðburðum og við áttum frábært kvöld í gærkvöldi á Öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit. Það sem einmitt var svona bara virkilega skemmtileg stemming í gömlu húsi og allir nutu þess að hlusta og svona upplifa svolítið skáldið í gegnum verkin. Eigum að nefna þessa næstu viðburði, það sem sagt Hjalteyri, Verksmiðjan. Já, það sem sagt í kvöld klukkan 9 verður viðburður í Verksmiðjunni á Hjalteyri sem heitir Fullt hús skálda sem stendur frá 9 til 11 og þetta það sem einkennir þann viðburð það að þetta eiginlega ekki línuleg dagskrá sem byrjar á einhverjum einum tímapunkti og endar á einhverjum öðrum. Fólk kemur og fólk þarf að leita svolítið að skáldunum. Ég útiloka ekki að þau verði bara dálítið falin í húsinu og fólk verði bara að finna þau. Og það sem þetta gerir náttúrulega það að fólk fer svo bara og leitar að skáldinu og biður ljóð og ef þið líkar ekki það sem það heyrir þá getur það bara farið og fundið næsta skáld. Þetta er svona dálítið grimmt lögmál framboðs og eftirspurnar látið ríkja og þarna verða 12 skáld sem að munu taka þátt, bæði lífs og liðin. Reyndar við ákváðum að hafa Davíð Stefánsson frá Faraskógi með okkur. Hann reyndar verður nú á upptöku og síðan verða einmitt líka vídeóverk og svo verða skáld í eigin persónu. Síðan í framhaldinu þá förum við austur á land og við erum með útgáfuhátíð á Egilsstöðum á laugardaginn. Það á Hótel Hérað á Egilsstöðum klukkan 4 og svo verðum við í Heima á Seyðisfirði kvöldið, 8 kvöldið. Svo síðasta daginn, sunnudaginn, þá verðum við með súpu og ljóð í Löngubúð og Djúpavogi klukkan 11:30 og svo endum við á Hala í Suðursveit klukkan 3. Yndislegt. Þetta plataði svona að því þátturinn að klárast og við erum að fara að segja góða helgi. Þetta plataði til að lesa eitt fyrir okkur? Já, bara endilega. Mér finnst þetta alltaf skemmtilegast að lesa. Einhverja sérstakar preferensa? Bara eitthvað sem henta stemmingunni akkurat núna? Já. Kannski bara, ég lesi titilljóðið sem bókin heitir Stormviðvörun. Og það þetta ljóð sem heitir Stormviðvörun og það hefst á tilvitnunni í Birtu Líf Kristinsdóttur veðurfræðing. Dagurinn á morgun verður verri en það þýðir ekki að dagurinn í dag sé ekki slæmur. Þetta sagði hún í fyrra. Kaldblár vetur, eilíf nótt á gluggunum, fatahrúgur eru með hæsta móti. Perurnar springa ein af annari og ég fylgist með myrkrinu leggja undir sig íbúðina. Það kannski djarft að láta sig dreyma annarra manna vöfflujárn, en það kalt í Reykjavík og vinir mínir eru ekki hér. Ég les minningagreinar löngulátið fólk og rækta melankólíuna eins og hjartfólgna plöntu. Hvernig getur vetri mögulega átt eftir að ljúka? Hvers vegna að búa rúmið þegar maður þarf alltaf að sofa í því aftur? Af hverju svona erfitt að koma í veg fyrir að lýsisflaskan verði kámug og sleip? Ég hef líkama minn í taumi eins og stóran björn sem skilur ekki hvers vegna hann fær ekki að leggjast í hýði. Sál mína klyfjahestin dabureygða þarf ekki að hafa í taumi. Eins og ljóðið lötrar hún þangað sem henni ætlað. Þessa dagana ekkert ferskt, vitundin súrsuð, þurrkuð og reykt. Engar nýjar upplifanir, bara þreyttar minningar. Af og til leiftra fyrir augunum sýnir sem aldrei munu raungerast. Sandur á auðri gangstétt, morgunsól og ljóstillífunar alsælan í brjóstinu. Ég læt ekki glepjast af skynseminni, fleygi strigaskóm og gallajökkum á brennuna, bindið niður trampólínin, bindið niður þakplöturnar, komið grillunum í skjól. Veturinn að koma. Takk kærlega fyrir og ég hvet fólk til þess að kynna sér betur litlu ljóðahátíðina og taka þátt og njóta.
Og með þessu ljóði þá setjum við punktinn að þessu sinni í föstudagsþáttinn. Góða helgi.